framfer í kvöld styrktarball hér í Hvíta húsinu og hann komið tíminn á Sverrir Ómar og hann ætlar að segja mér örlítið svona kannski ástæðan fyrir þessu styrktarballi. Sæll og blessaður. Hæ. Herðu, svona hugmyndin kveiknaði upp á einu góðu sumarkvöldi í sumar hjá okkur fjölskyldunni að hvað við gætum gert gott fyrir litlu stelpuna í þessum erfiðu veikindum og fjölskyldunar. Já, viltu segja okkur eitthvað frá því? Já, stelpan heitir Tanja Kolbrún og er 4 ára og greindist fyrr í vor með alvarlegt hvítblæði. Já. Og þetta það alvarlegt að hún getur hreinlega ekki stundað leikskóla í heil 3 ár. Okay. Og sömuleiðis móður hennar þarf að vera, hún getur ekki unnið í 3 ár, þarf að vakta hana allan sólarhringinn. Hún þarf að vera 100% í staðar. Já, vegna þess að þegar með þetta hvítblæði þá er náttúrulega ekkert ónæmiskerfi til staðar og þú smitast á sekundunni eða þú ferð í einhvað óhreint loft. Það þarf gjörsamlega að vera alveg hreint loftið. Og hún lenti núna bara í seinustu viku upp á spítala, minni mig, og er þar ennþá, en ég þori ekki alveg að segja til þess. Og hún þarf að gangast undir miklar og strangar aðgerðir til þess að lækna þennan sjúkdóm. Þannig að þið takir ákvörðun að hjálpa fjölskyldinni og halda styrktarball. Algjörlega, vegna þess að svona aðgerðir kosta 20 milljóna og hver króna skiptir máli. Og það kom upp hugmynd í sumar að reyna að gera eitthvað svona sætt og fallegt til þess að reyna að hjálpa og það kom upp hugmynd að halda styrktarball fyrir ungmenni á öllu Suðurlandi fyrir sem sagt 8. til 10. bekk, krakka fædda árið 2000 til 2002 og það verður núna haldið í Hvíta húsinu í kvöld. Já. Og býst ég alveg við hátt í 300 ungmenna. Já. Og eignir mun koma fram, ég sjálfur mun plötusnúðast og svo mun Sælan sem að gera allt trillt hérna á Selfossi með Selfoss-lagin góða. Ég var nú í klippingu í gærdag og hérna Kjartan Björnsson hérna einu sanni hækkaði græjanum og hérna hann var að klippa áttræðan kallmann og sagði hann að hlusta vel á lagið. Því þetta fjallar alveg Selfoss, það bara þannig. Nákvæmlega. En já, svo verða þarna fleiri. Hvað? Eyjapeyinn DJ Bloody? Mikið rétt. Hann kemur alla leið frá Vestmannaeyjum og hérna hann hefur spilað þjóðhátíð í Túborg-tjaldinu. Já. Og svo náttúrulega verði ég þarna og svo leynigestur og ég ætla nú ekki að fara að afhjúpa hann, það verður bara að koma í ljós sko. Það verður verra. Og svo náttúrulega svona toppurinn á tilverun að allir foreldrar fá frían aðgang í svona aðgangsskip. Já, þannig fyrir þá foreldrar sem vilja koma með sínum ungmennum þá fyrir bara að fara inn frýtt með. Nákvæmlega, þau fara frýtt inn til að sjá þessa flottu framkvæmd og að sjálfsögðu öll neysla áfengis og vímuefna stranglega bundið. Og þið eru svona fyrir kannski þá foreldrar sem að hlusta á ætlalega börnunum sem að fara í kvöld að þá eru þið með gæslu á svæðinu? Já. Gæslan verður vel mönnuð og þar er menntalögreglu þjóðn í gæslunni, björgunarsveit einhver hluti á henni og svo fullt af fagmenntu fólki sem sinnir svona starfi. Já, en það eru rútuferðir hérna og þaðan? Mikið rétt. Það eru rútuferðir frá Reykholti og Bláskógasvæðinu, svo verða rútuferðir frá Flúðum líka og auk þess verða Hellu og Hvolsvöldu með rútur. Þorlákshöfn og Hveragerði. Já, þá ég búinn að telja allar rúturna upp og þær fara allar, ég man nú ekki alveg, ég get ekki alveg sagt til, en það stendur inn á viðburðinum á Facebook, allar upplýsingar viðburðin, rútuferðir hvenær þær fara og hvaðan og svo allt svona miðaverð, það 1500 krónur. Já. Ef við gull fara, þá opin miðasala í kvöld. Húsið lokar hins vegar klukkan 9, þannig að við hættum að selja miða klukkan 9. Það vegna þess að við ætlum ekki að hleypa neinum út svo að verði ekki eitthvað. Við hleypum út og frísloft, en ekki til að... Það fær enginn að fara af svæðinu? Það fær enginn að fara af svæðinu. Við höldum öllum forvarnarreglum þannig að húsið lokar formlega svona 9. Ball ekki búið 9 en húsið lokar 9.
En í rauninni ballið stendur frá klukkan 8 til klukkan 23:30. Mikið rétt. Og þá er náttúrulega bara rútur fara til síns, koma semst ungmennu til síns heima og mikið rétt. Svo geta farað með sót. Já, algjörlega. Glæsilegt, Sverrir. Gaman að fá þig gangi vel með þetta í kvöld og vonandi mæta bara sem flestir og þið náið að safna sem mestu. En inn á fésbókarsíðinu ykkar, þá, hún heitir Styrktarball 2015. Mikið rétt. /8. til 10. bekkur, 20. nóvember, Hvítási. Maður finnur þetta í rauninni strax og leðum að skrifa Styrktarball 2015. Þetta kemur upp, þetta er svona einhver svona bleikmynd, svona krútlegt. Og ég vonast til að sjá sem flest að föstu dagur í loftinu og hérna svona góð stemming í loftinu líka. Takk fyrir þetta, gangi ykkur vel og já, góð skemmtun. Já, takk fyrir það. Allt er fínu. Takk, bless.